Æja Sæbi, hafðirðu trú á skotinu þegar Hansel setti upp? Já, klárt mál. Við vorum að horfa hérna á bara hörkuleik. Já, auðvitað hafði ég trú á skotinu. Ég meina, ég er með gott lið í höndunum og Hansel bara skoraði skotið hérna mútið IF á miðju. Hann bara, þegar menn ætla bara að gefa hann skot, Hansel er góður skotmaður sko. Þannig að, já, geggjað, frábært. Þannig að þið eru núna Haukarnir bara, þeir eru sína allt annað andlit núna eftir þetta stopp. Hvað kom til? Já, sko, það er þannig að þegar þú ert að tapa leikinn, þá er rosalega erfitt, eins og ég er að horfa á því hérna. Það er rosalega erfitt þegar deildin spilast eins og hún spilast. Það spila bara einhverja 7 leiki á 3 vikum, sko. Þannig að við skulum bara átta okkur á því að það er rosalega erfitt að breyta ykkur. Svo kemur stopp. Í fyrsta lagi er náttúrulega að gera þjálfarbreytingar. Það er ekkert eins og ég er búinn að vera inn í alla vetur, sko. Þannig ég veit alveg hvað við erum með í höndunum. Og stundum bara, já ég meina hvað maður að segja, stundum bara þarf eitthvað aðeins öðruvísi eða aðra æfingu eða eitthvað öðruvísi, skilurðu. Og strákarnir eru bara, ég ætla bara að afsækja orðbragðið, eru bara fucking duglegir, skilurðu. Ég meina við erum að spila hérna móti 600 Íslandsmeisturum, skilurðu. Ég meina við erum loksins að ná að tengja 2 sigra í röð, sko. Og það er rytmi í því. Það er bara stundum rosalega erfitt þegar þú tapar að ná svona, já, nú ætlum við að gera eitthvað, skilur. Þannig að bara risa kredit á leikmannahópinn minnum, hrikalega flottir. Jalen Jackson bara átti annan góðan leik, hann virðist vera að byrja að finna sig í flæði liðsins, svona, hann átti ekki góða byrjun, en hann er svona, getur talað eins hvernig hann hefur komið núna inn eftir stoppið. Já, sko, já, Jalen Jackson, það er nú kannski ekki alveg sanngjarna meðförum hér og þar, sko, en það er nú oft þannig að hérna, leikmenn þurfa bara tíma til að aðlagast. Þeir þurfa svolítið að finna sig og menna að þeir eru grimmir að tala hann á Tinder og hér og þar, skilja, en ég meina Jalen Jackson er bara maður eins og ég og þú, sko, þannig að hann þarf bara að fá að hérna, finna sig og vonandi, ég meina, hann var mjög góður í dag og setti hérna risaþrist og hérna svo bara, þú veist, var hann góður í vörninni, þannig að ég er bara mjánað með allt mitt lið og Jalen partur af því alveg eins og allir aðri leikmenn í liðinu, sko. Það bara næsti leikur, hvernig sér það fyrir þér? Bara áfram gakk, ég meina, við erum ennþá einhvers staðar neðarlega í deildinni og hérna, nú erum við loksins náðum að tengja 2 sigra, það er ekkert þetta, hérna, við höfum náðum að vinna leik og svo hefum við komið flatir út í næsta. Við gerðum það ekki núna og hérna, hvað er næst? Við erum næst heimaleik á móti Tindastóll. Og ég meina, ég ætla bara, af hverju ekki? Ég meina, við erum að berjast fyrir líf okkar. Ég sagði í einhverju viðtali einhvern tímann að við værum að spila 5 bikarúrslitaleiki eða eitthvað, 5 eða 6 eða hvað er mikið og við bara, þú veist, miðið er möguleiki og við ætlum bara að fara all inn í þetta mót og ef við vinnum alla 5 þá fyrir við í play-offs, þannig að við skulum bara vera rólegir og sjáum hvernig það þróast. En fætur á jörðinni, það er bara leikur á 50 eitthvað og bara, þú veist, nú þarf ég bara að fara heim og undirbúa mig og bara geggjað mál. Bara ná sér niður til leikinn, til hamingju, kærlega til hamingju með sigur. Þetta er alveg blóðþyrstingur og allir pakkinn, sko. Til hamingju með sigurum maður.